Íslensk stjórnvöld hafa heimildir til að grípa inn í og rannsaka kaup Magma í Svíþjóð á HS Orku. Þetta segir sérfræðingur í Evrópurétti og bendir á fordæmi Evrópudómstólsins. Sérfræðingur í Evrópurétti segir að evrópskt dómafordæmi veiti íslenskum stjórnvöldum svigrúm til að grípa inn í kaup Magma og HS Orku í gegnum skúffufyrirtæki í Svíþjóð. Íslenskir sérfræðingar hafi litið framhjá þessum fordæmum. Nefnd erlenda fjárfestingu komst að þeirri niðurstöðu að kaup Magma á HS Orku í gegnum sænskt dótturfyrirtæki stæðist lög og að íslensk stjórnvöld hefðu ekki heimildir til að grípa inn í þótt ekki væri raunverulega starfsemi að ræða á bakvið hina sænsku kennitölu. Elvira Mendes Pinedo segir að þessi íslensku álit hafi ekki tekið mið af fordæmum dóma sniðgöngu ESB-laga eins og Cartesio frá árinu 2008 og Société Centrale de Gestion frá 2010. Að mínum mati í Evrópurétti þetta ekki nóg að hafa einhvers konar svona kennitala. Það vantar starfsemi. Ég bara að benda að þessi dómarar eru til og það að mínum mati er svigrúm til staðar í Evrópurétti til að grípa og rannsaka lögmæti Magma kaupa. Íslensk stjórnvöld gætu óskað eftir skattaframtali eða gögnum sem sýndu fram á raunverulega starfsemi Magma í Svíþjóð. Elvira segir að stjórnvöld hafi enn meira svigrúm til rannsóknar þegar grundvallar hagsmuni ríkisins sé að ræða. Þegar almannahagsmuna eru að þarf að verja til dæmis neytendamál, umhverfismál eða hvað það security, það möguleiki eða auðlindir til dæmis, það svona meira möguleika. The regulatory power for the state, of course, is superior. Það meira möguleiki fyrir ríkið til að taka þetta ennþá meira svona varlega.